Komið sæl og velkomin í Afsal. Í þessari viku ætlum við að fá að kíkja hér á mjög huggulega íbúð í Barmahlíð 56 og við höfum verið svo lánsam að fá til okkar eigandi íbúðarinnar, Díönu Íris Guðmundsdóttir. Sæl og blessuð Díana. Hæ. Ef við byrjum aðeins á byrjuninni og þú leyfur okkur aðeins að heyra, af hverju þið fjölskyldan, af hverju það færir ykkur úr Reykjavík og alla leið upp í Kópavog? Ástæðan fyrir því að stjúpsonur minn að fara í skóla í Kópavogi og í rauninni er það bara þannig að við viljum vera nálægt honum, hans skóla og stutt frá báðum heimilum og tómstundum. Já. Það tómstundir sem hann mun stunda þar. Já. Og það svona helsta megin ástæðan, já. Já. Í þessu ferli öllu saman, það að segja að annars að selja eign og kaupa eign, þetta auðvitað svolítið vegar mikið ferli sem við ætlum aðeins að fara yfir. Já. Hvar í þessu ferli þið fjölskyldan stödd akkurat núna? Akkurat núna staðan þannig að við höfum gert tilboð í eign í Kópavogi sem hefur verið samþykkt með fyrirvara fjármögnun og þegar við fengum það samþykkt þá settum við allt á fullt með þessa íbúð og hún hefur núna verið sett á sölu. Þannig að það bara allt í gangi. Já. Þetta ferli, hefur þetta átt sér langan aðdraganda? Nei, í rauninni ekki. Þetta kom svolítið svona hratt í ljós að hann að fara í þennan skóla og það búið að skoða hann. Hverfið æðislegt og við svona tókum ákvörðun bara að keyra á þetta og bara setja eignin á sölu. En í rauninni langar okkur ekkert að flytja beint héðan. Okkur líður rosalega vel en aðstæður bara eru þannig. Nú þessi íbúð eins og þú mynd betur svona kannski setja okkur inn í eftir. Þetta þriggja herbergja eign hér í besta staði í Hlíðunum. Já. Þegar þið fóruð að velta fyrir ykkur eigninu sem þið mynduð vilja kaupa upp í Kópavogi, hvernig eign voruð að leita að og kannski af hverju? Af hverju einhvern veginn tiltekin eign? Við erum að horfa til framtíðar og við fyrst og fremst leituðum að 4 herbergja íbúð og kíktum á þessa sem við höfum gert kauptilboð í og leið og við stigum fæti inn í þá íbúð þá leið okkur bara afskaplega vel. Og hún vel skipulögð, stutt frá skólanum hjá stráknum og bara já, þannig að þetta var svona engin vafi þar. Við erum auðvitað búin að vera með augun opin fyrir eignum þarna í þessu hverfi og þetta var svona eign sem hitt okkur. Já. Þannig að og það eins og þú segir, það tilboð á borðinu frá ykkur í Kópavogi sem eins og þú lýstir hefur verið samþykkt. Já. Hvernig ferlið á bakvið slíkt að gera tilboð í svona eign og ef við kannski förum yfir allt frá því að það gert tilboð út í hreinlega bara greiðslum, þegar þú myndir lýsa aðeins ferlinu fyrir okkur. Já. Eins og staðan núna hjá okkur að við höfum gert þetta kauptilboð sem hefur verið samþykkt eins og ég sagði áðan með fyrirvara fjármögnun. Þessi íbúð á sölu og í rauninni þegar það var svona gengið í gegn allt sem þurfti að huga að varðandi sölu þessari og hina að þá fórum við að huga svona að greiðslumatinu sem allir þurfa auðvitað að fara í gegnum og höfum við verið að senda inn gögn sem þurfa að berast til bankans og það í rauninni kom okkur svolítið á óvart hversu strangt ferli það að fara í gegnum greiðslumat hjá bankanum. Þar þarf að skila inn launaseðlum síðustu 3 mánuði, skattaframtali og eignamat eða verðmat þessara íbúðar, kauptilboði í hina íbúðina og svo bara, allar upplýsingar hann. Ég ætlaði að bara senda inn stærð og brjóstahaldara, þetta var svo ítarlegt. Þannig að það svona búið að vera svolítið svona, þetta búið að vera mjög umfangsmikið. Þetta umfangsmikið ferli. Hefur þetta komið þér á óvart? Hversu mikið ferli þér raunverulega Ég skil svo sem alveg að þetta þarf að vera allt upp á 10. Það þarf að fá allar upplýsingar með skuldastöðu og vísalán eða raðgreiðslusamninga og annað. Námslán eða ekki? Námslán, jú. Þannig að allt sem við kemur einstakling það þarf bankinn að fá að vita og það svolítið svona, sjokkerandi ef ég má segja á vondri íslensku að það einn aðili í bankanum sem tekur ákvörðun framtíðina hvort að þú fái greiðslumat eða ekki. Já. Og það svolítið
scary. Já. En við erum í góðri stöðu og við sáum þessa eign í Kópavoginum og fengum verðmat í þessa íbúð og við getum svona, já, fengið góða eign fyrir svipaðan pening. Svipaðan pening, já. En þá kannski svona því sem að kannski skiptir máli í okkar innslagi hér sem auðvitað íbúðin hér í Barmahlíð. Já. Hvernig getur þið lýst henni fyrir okkur svona samhliða því sem við fáum auðvitað að fá að skoða eigninu eftir en svona segir okkur aðeins svona praktískar upplýsingar þessa íbúð? Já, hún var tekin í gegn fyrir ekki mörgum árum síðan og þá ég að tala skólp, það var þétt, það náttúrulega vekur fólk til umhugsunar að vera í hlíðunum og fólk hefur heyrt rottugang og annað, en ég hef aldrei séð það búandi hér. En allt skólp og dren, það búið að taka allt í gegn, ný rafmagnstafla. Þetta hús byggt 1949 af manni sem að byggði það mjög sterklega og það er góð steypan í þessu, það býtur ekkert á það er búið að taka þakið í gegn. Svo tókum við inn í stofu sem þið fá að sjá á eftir, þá lækkuðum við glugga, það var bara venjulegu gluggi í stofunni og byggum til þennan dásamlega pall sem úr kínverskum harðvið sem ekki ódýr viður. Já. Og þessi pallur snýr í suður og erum við með sólina alveg frá 8-9 á mótnana til 8 á kvöldin og dásamlegur garður, engin notkun í garðinum nema af okkar hálfu vegna þess að það eldra fólk bara í þessu húsi. Það eru 4 íbúðir í þessu húsi. Hverfið mjög hljóðlátt, við erum aldrei var við einn eða neinn. Og það sama má segja með húsið, við erum aldrei var við fólkið í húsinu og þannig að við erum svolítið svona bara sér á báti einhvern veginn. Þetta kjallaraíbúð en við getum sagt að eftir að við byggðum pallinn að þá þetta íbúð á fyrstu hæð, á jarðhæð. Það sér inngangur, gengir bara niður 3 tröppur til okkar og svo íbúðin bara rosalega rúmgóð, það eru 2 mjög rúmgóð svefnherbergi. En áður en við breyttum og settum þarna hurð milli stofu og svefnherbergis sem þið fá að sjá eftir, svona rosalega falleg, svona frönsk hurð, afskaplega bara falleg, margir sem hafa orð á henni. Þar var veggur og þá var það borðstofa sem svefnherbergið núna í dag og svo önnur stofa þar sem stofan núna og svefnherbergið þar sem barnaherbergið Þannig að þessi íbúð hefur rosalega mikla möguleika. Bæði par með barn eða bara par sem vill nýta bæði herbergin sem stofu og borðstofu og hafa þá bara eitt svefnherbergi. Þannig að hún býður upp á mikið og hún björt og það bara dásamlegt að búa hérna. Hún miðsvæðis, það eru 2 leikskólar í göngufjarlægð, Hlíðaskóli, MH, Kringlan, Laugavegurinn og bara svo lengi mætti telja. Já, eins og ég segi, 2 leikskólar í göngufjarlægð. Þannig að ef að valið væri okkar megin að vera hér, þá væri það einmitt bara málið. En aðstæður eru bara þannig og okkur hlakkar mikið til að flytja í nýtt hverfi, það ekki það. Það svona, ég held að sé ekkert. Við tókum eldhúsið í gegn í fyrra, klæddum það hvítt, rosalega fallegt, það breytti rosalega miklu og það er mjög bjart og þannig að það bara, þessi íbúð í toppstandi. Já, ég get alveg sagt allavega fyrir mitt leyti að við komum hér inn og fengum að skoða að íbúðin sló mig ekki sem íbúð eða hús byggt 1949. Það er greinilega búið að taka mikið hér í gegn og hún rosa björt og opin og eins og komst inn á hann eins og með herbygginn og eftir að þið opnuðið inn í stofuna, það er ekkert eitt í fyrirstöðu að nýta herbyggi sem þið eru með þessu barnaherbyggi í dag sem hjónaherbyggi og vera með 2 börn inn í stóra herbyggi. Einmitt, algjörlega. Það er ekkert í fyrirstöðu því að eins og nefnir áðan að með pallin og með garðin að þetta í rauninni miklu stærra í fermetrum heldur en kannski endilega fermetrarnir segja sem slíkir. Já, einmitt. Íbúðin 97 skráð með geymslu en pallurinn 10 fermetrar og var byggður fyrir núna í sumar verða 3 ár síðan hann var byggður. Og hann bara bylting, hann eykur bara gildi íbúðarinnar. Þetta er æðisleg íbúð eftir að við breyttum þessu svona.
Gengið þetta beint úr stofunni, beint út á pallinn, sem náttúrulega frábært. Maður horfir til sumartímans með sólina hérna svalir, eða þess að pall sem snýr í hássuður. Að geta gengið beint út í sólina, út á pallinn að grilla og það beint inn í stofuna og grillmatinn á borðið og allt klárt. Allt klárt. Þetta er rosalega... Ég á eftir að sakna þess. Ég verð að viðurkenna það. Ég skal alveg trúa því. Og það er, eins og maður segir, það er alveg augljóst að það hefur verið gert ýmislegt hér og búið að hugsa vel þessa eign. Varðandi hverfið sem slíkt, þú komst aðeins inn á áðan að hér er náttúrulega stutt í alla þjónustu, hér eru leikskólar og skólar í næsta nágrenni og svo framvegis. Ykkur hefur liðið afskaplega vel hér í þessu rólega hverfi? Já, mjög. Þetta er mjög barnvænt og við finnum það líka að hverfið er að yngjast. Þessi hús í í Hlíðunum, þau eru gömul og þar af leiðandi er fólk sem er orðið gamalt sem er búið að vera hérna en það er að fara að heimili og svoleiðis, þannig að við erum að finna að hverfið er að yngjast og við sjáum það bara í görðunum á sumrin að það er allt bara fullt af krökkum og mikið líf. En eins og ég segja að sama skapi að þá er þetta mjög hljóðlátt samt sem áður en þetta er gaman bara að heyra í krökkum og allir að leika og svoleiðis. Þannig að þetta hverfi, þetta er toppstaður, það er stutt í allt og við hefum eftir að finna örugglega fyrir vegalengdinni í Kópavoginn alla leið að það er ekki einn stutt þótt að það sé svona orðið miðsvæðis í dag, segja margir Kópavogsbúar. En já, bara hverfið er alveg dásamlegt. Þannig að ferli hjá ykkur er rauninni svona, þessi íbúð er bara nýkomin á sölu, það sem þið í rauninni, eins og komst inn á þann, það hefur ekki átt sér langan aðdraganda. Nei. Fólk sem hefur áhuga að koma að skoða og vill skoða þessa eign nánar, við hvern á að hafa samband? Heimir Bergmann hjá Valhöll og bara endilega hafa samband við hann og hann gefur upp allar upplýsingar. Og það er þetta bóka skoðun og slíkt í gegnum hann? Já, bara að tala við hann. Díana, við ætlum að fá að rölta og skoða íbúðina og ég bara þakka þér fyrir að leyfa okkur að koma og kíkja á. Bara gaman að fá ykkur. Við ætlum að fá að skoða íbúðina, þessa virkilega huggulega eign hér í Barmahlíð og fá að berja augum, eins og sagt er, það sem að Díana er búin að lýsa fyrir okkur. Takk fyrir að taka á móti okkur. Takk fyrir komuna. Já, komiði sæl aftur, virkilega gaman að heimsækja Díönu í Barmahlíð en nú ætlum við að ræða aðeins ástandsskoðun húsa sem fara í sölu og hann er komin til okkar, hann Reynir Kristinsson frá fasteignaskoðun.is, vertu velkomin. Takk fyrir kærlega. Herðu, við hvöttum áhorfendur í síðustu viku með þær upplýsingar að erlendis er það mjög víða að húsnæði þurfa í rauninni að fara í ástandsskoðun áður en þau fara á sölu. Já, það er svoleiðis erlendis að sá sem er að fara að selja eignina, hann þarf að fá ástandsskoðun á húsið til þess að geta selta. Það getur ekki selta á sölu fyrir en það sem liggur fyrir ástandsskýrsla sem fólk sem er að kaupa getur lesið og metið og hvort það sé hendið með hvað er að eða hvað er ekki að. Sko. Og þetta er bara regla? Þetta er bara regla. Já, en hvað er það ef við horfum aðeins á ástandsskoðun á eign? Hvað er það sem er skoðað? Hvað stendur í svona skýrslu? Sko
Sko þetta eins og við gerum þetta tvenns konar skýrslur. Fólk getur beðið okkur að ganga með sér bara hringinn kringum húsið eða íbúðina sem tekur það bara mjög stutta stund og við svona krossum út það sem við segjum að sé að og þurfa að vera að. Rakamælum ef við sjáum sko svona sérstaklega sé raki og svona og það svona bara hraðskoðun sem tekur mjög fljótt af. Svo eru stærri skýrslur sem við þá tekna myndir og fara ykkur meira onni ef við sjáum eitthvað og fólk getur þá notað bæði yfirleitt það svoleiðis að fólk að kaupir og biður svo ástandmat eftir það eða þá að fólk jafnvel flytur inn og búin að borga allt og eftir að borga afsal og þá kemur eitthvað upp sem það vissi ekkert og þá við erum kallið til að skoða það. En í svona þá þetta yfirleitt bara farið yfir glugga og raka og gler og þak og svona lagnir ef við sjáum að lagnirnir eru ekki nýjar ekki þá oftast mælum við með því að fólk kalli til eitthvað til þess að mynda og mynda lagnirnar. Og það nú kannski frekar í þessum eldri hverfum, hlíðunum og fleiri stöðum sem lagnir eru og gamlar og jarðvegurinn hefur sigið og það þarf að mynda og við mælum fólk endri í þessum eldri hverfum að láta mynda því þetta ekkert dýrt að láta mynda sko. En hefur það ekkert verið skoðað þá hérna heima að þetta, sem sagt, þessi regla verður bara tekin upp hér að áður hún setur eign í sölu að þá hefur þetta bara ekki verið rætt? Jú, þetta hefur rætt í breytingu á lögunum, fasteignalögunum held ég 1999 og 2004 eða 2005 þá var þetta aftur rætt. Þetta var ekkert sko sett inn sem okkur finnst bara mjög óeðlilegt að reyni fasteignasali, hann heitir fasteignasali að því hann að selja eignina. Hann ekki að meta hana og hann að gefa út ákveðna sölu yfirlit og hann reynir náttúrulega að gera sitt besta og lýsir ekki kannski eigninni svo hann á að gera. Þú veist, það fullt af fólki sem segir það búið að mála glugga mála gler glugga og setja inn eitt gler og allt þetta en kannski undirstöðu gluggans eru bara ónýtir eða fúnir eða skemmdir af því að það sést ekkert svo segist fasteignasali að gluggar nýmálaðir og hann kannski veit ekkert betur en þetta náttúrulega ætti bara að koma, þetta bara fáránlegt að þetta sé ekki komið á Íslandi. Sko. Já. En hverjir eru það í rauninni sem hafa leyfi til þess að skoða og meta og búa til svona skýrslur? Sko þetta var nú búið til á sínum tíma og þá var sérstaklega námi í háskólanum í Reykjavík sem við fórum í nokkrir, 10 og 12 og ykkur hættu og ykkur héldu áfram. Þegar 10 eða 12 kláraði þetta sko. Svo til matsmannafélagið og það eru til matsmenn og dómkvæddir matsmenn og alls konar svona menn sem hafa gert það. Man rétt held ég að þetta hefur verið sett inn í Háskólanum Reykjavík í hluta af verkfræðináminu sko, eitthvað kúrs sem fólk getur bætt á sig og tekið og ætti svo að geta gert það. Svoleiðis að þegar þetta var hugsanlega rætt inn í fasteignalögin þá var kannski ekki nógu mikið mannskap til þess að gera þetta en nú eru sérstakt fyrirtæki sem gefa þetta út á sér. Það eru verkfræðiskrifstofur sem eru farnar að gera þetta, fasteignaskoðun í okkur náttúrulega í þetta, það aðrir sem gera ástandmat og sjálfstæðir aðilar sem gera þetta líka. Sko. En þetta, þegar þú ert að nefna verkfræðingana, þetta ekki einhver viðbót sem að til dæmis húsasmíðameistarar geta bætt við sig, þegar nú eru þeir öllum hnútum kunnugir? Jú, en það var það sem var hugsað á sínu tíma þegar við vorum að læra þetta, að húsasmíðameistarar og fleiri tæknifræðingar eða verkfræðingar sem hefðu farið væri bara ekki með þetta nám, myndu bæta þetta við sig og þetta var 2 ára nám, 4 rannir og þar var farið í gegnum allt sem heitir ástandsmat, burður og alls konar raki og mygla og allt saman. En síðan bara að því að þetta var svo mikið að gera í þessum byggingabransa og enn eins og komið aftur núna, þá hafa menn bara ekki tíma í þetta. Menn þurfa að fara í sveinsprófis og meistaraskólann og þetta bara mikið nám og menn eru kannski ekki að leggja þetta á sig sérstaklega að því að þetta ekki lögbundið að fólk þurfa að gera þetta. Nei, á meðan í rauninni reglurnar eru þannig að þá kannski ekki þrýstingur á. En þetta ég sé alltaf við fólk sem að hringja og biðja ástandmat og skoða þetta, hvað kostar þetta og allt þetta og þá segi ég oft bara, þú fer að leita skoða 4 ára gamla bíl sem kostaði eitthvað 15-20.000 ástandmetan í einhverju verkstæði eða hvað sem
og bílinn kostar kannski 4-5 milljónir, en þú ert að kaupa eign upp á 40-50 milljónir og þú tímir ekki að borga 50-60.000 eða 20.000 eða hvað ég láta skoða húsi. Já, einmitt, akkurat. En hverjir eru það þá sem eru, þú veist, ef að fólk er að hringja og biðja ástandsskoðun, er það hópurinn sem er að skoða eign og vill fá ástandsskoðun áður en það kannski kaupir, eða eru seljendur, þú veist að því úti eru það seljendur sem eiga að leggja fram þessa skýrslu, hvor hópurinn heima? Það eingöngu kaupendur sem eru að biðja þetta. Það er einn og einn seljandi sem hringir af því hann veit að það er gallað eða sprungið, það er rakinn í honum, hann vil skoða það til að vita betur það. En yfirleitt er þetta kaupendur sem skoða eignina og gera kauptilboð og setja svo inn í að þeir vilja fá ástandsskýrslu innan einhverja 7 eða 10 daga og þetta var nú alltaf sumir 5 dagar, þetta er nú bara að aukast því að það er brjálæði að gera í þessu sko. Og við höfum sagt bara að það var ekkert mál og við reynum að annarkvort stundum að koma í eldri skoðun og svona stærri skoðun og hraðskoðunir og svo aftur ef fólk finnur eitthvað. En þetta er aðalega fólk sem er að kaupa. Já. En hvað þá með, þú veist, ef það er kaupandi sem er að skoða einhverja eign og fær ástandsskoðun, skýrslu, og í skýrslunni stendur, já, það þyrfti í raun að laga þarna þakið og skoða glugga og lagnirnar eru svona og einhvað, að þá væntanlega er þetta einhvað sem gæti haft áhrif á verð. Já, sjálfsögðu, já. Er það þá kannski þannig að seljendur þeir eru bara frekar óhressir eða? Já, ég meina, við höfum lent í því að það liggur í skýrsla og fólk hefur beðið okkur að meta kostnað, sko, við gefum upp okkur x tölu, kannski eina tölu, það má áætla að þetta kosti frá 1 milljón til 1,5 milljón, svo gerum við dýpri kostnaðaráætlun, skiljum mig, ef það eru fólk sérstaklega beðir það, kostar við ekstra, en auðvitað er kaupandi fúll, það kemur, hann er búinn að selja á einhverjar, segjum bara 50 milljónir og svo kemur ég og segja að þetta er lélegt og þetta þarf að laga, þetta kostar einhverjar 2-3-4 milljónir. Og þá er rauninni kannski verðið bara 53 milljónir, ekki 50 milljónir. Og þá er spurningin hver á að bera þann kostnað. Og þetta er bara fólki sem sest niður og ræðir það, sumir gefa afslátt og í samvinnu við fasteignasalann, sko. Við erum ekki að skipta okkur að því, sko. Við segjum bara okkar, sko. En ef að reglurnar væru hins vegar eins og þær eru erlendis, þá í rauninni bara liggur þetta fyrir og það er svo sem ekki tækt að vera að kýta þetta eftir á. Nei, þá liggur þetta bara fyrir og þá er kannski bara segjum væri skýrsla og það kemur fram að einn glugginn væri bara ónýtur og svo segir seljandinn, ég ætla að láta bara laga gluggan, hann bara, þú veist, og hann lætur laga hann áður að setja á sölu og svo er það bara merkt við, ég er búinn að láta laga gluggan og staðfesta það. Og þá náttúrulega getur alltaf laga ákveðin hluti, það er sumt sem þú kannski vilt ekki fara í stóra framkvæmdir ef það er eitthvað stórt eins og kannski bara laga skolp eða eitthvað og segir bara ég ætla að selja þetta með því og nýja eigandi bara gerir það. Já. Og þá liggur það bara fyrir áður en þetta er gert og þá er bara í sölunni þá er bara liggur fyrir, það er bara sölu yfirlit sem segir að eignin sé svona, þetta og svo liggur bara skýrsla bara, ástandsskýrsla og þá liggur hún fyrir og þegar þú ert að skoða þetta og ert alveglega, þá liggur hún bara fyrir, hún er jafnvel á netinu eða hvað sem og hún liggur bara fyrir skýrslan, hvað þú ert að kaupa. Já, en segjum sem svo, svona í lokin, að ég er að selja íbúð og fæði til þess að búa til svona skýrslu og síðan selja eignina. Hver er sko ábyrgðin þín sem löggiltur matsmaður fyrir því sem þar stendur? Já. Sko málið er það að við gerum náttúrulega bara ástandsskoðun og það kemur bara fram að þetta er yfirleitt sjónskoðun sem við gerum og við getum ekkert sagt við áætlum að miðað við að við sjáum þetta og þekkjum og reynslan okkar segir að við álitum að þetta sé að og við förum náttúrulega ekki inn ef þú ert búinn að kaupa okkar eign og þú vilt láta mig bora gat í vegginn til að setja myndavél inn eða nema leyfi ykkur annars. Svo þetta byggst vilt á sjónskoðun. Seinna meir er náttúrulega við erum með frjálsar ábyrgðartryggingar og allt svoleiðis en þetta byggist á því að þetta er sjónskoðun og ef það þarf að fara dýpra og við þurfum að rökstyðja það alveg 100% þá munum við óska eftir að fá að opna og laga og gera og það sem er bara í því en við erum náttúrulega bara með frjálsar ábyrgðartryggingar eins og bara flest fyrirtæki í landinu, sko. Já, einmitt. Kæra þakkir fyrir
þetta reynir mjög áhugavert og klárlega einhvað sem fleiri ættu að skoða fyrir þessi stóru kaup. Við minnum síðan fólk á að endilega bóka skoðun hjá Valhöll fyrir spennandi eign í Barmahlíð 56. Sjáumst eftir viku. Ég þakka fyrir í bili.